Rúnar Páll, ansi svekkjandi tap í dag eftir framlíndan leik. Hvað réði úrslitum í dag? Hvað réði úrslitum? Það er bara, ég veit ekki hvað réði úrslitum. Við erum náttúrulega skorað hana, við skorum alltaf sjálfsmark á þegar 1 mínútur eftir að vera leiktíman og fram að því hafði ekkert verið of mikið að gerast í þeim og við vorum bara með full kontról á leiknum og fáum þetta mark í andlitið á okkur sem var bara mjög svekkjandi. Inn í framlíkinguna, við skorum hana mark og við öfnum komst af fyrir leikinn, reyndar í stöðunni 1-0, þá fáum við dauða fyrir með 3.2-0. Það er hálftími eftir, 35 mínútur eftir, það er brýtur breki hrikalega illa að sér. Við fáum að halda á sókn áfram, sem fattaði dómar ekki hver braut á, það var þetta hans annað gula spjald og rautt. Mér finnst það bara að fara að leiðast af dómarleiksins að sjá ekki fyrir fjórið hver sér hver brýtur á. Og annars hefur þeir verið einu færri í síðustu hálftíman á leiknum. Það hefur breytt gangi leiksins, alveg klárlega. Síðan skoraði þriðja markið sem er bara rangstaða. Það var langt fyrir innan og þetta er svo svekkjandi líka fyrir okkur. Við leggjum svo hart á okkur að fá þetta í andlitið frá dómarunum. En það er ekki, þeir skoruðu 4 mörk og við 2, en aftur á móti er ég hrikalega stoltur af liðinu. Við lögðum okkur alla fram í að reyna að vinna leik, en ég fór sem fór. Þið hafnið besta árangur Gróttu í sögu bikarkeppninnar. Hvað fannst þið þínir menn hafa gert nóg til þess að komast áfram? Það var smið. Við vorum bara með leikinn okkur höndum, bara mínútur eftir, þegar þeir jafna. Og þegar við förum með 5 manna línu þá er ekkert að gerast við hann. Við ráðum við allt. Síðan kemur eitthvað svona klaufaleg mistök í okkur, þar sem samskiptileysi milli Hafsenda og markmanns. Og þeir eru að hreinsa í burtu og fer yfir, það er ekki að hreinsa og fer yfir markmann. Þannig að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ef við breytt gangi leiksins ef við höfum ekki fengið þetta mark á okkur, þá vinnum við leikinn. En mér fannst við alveg gera nóg til þess. Líka þegar við náum að jafna leikinn 2-2, þá vorum við bara helviti góðir. En síðan fáum við á þetta mark á okkur úr aukaspyrnunni sem sjá rangstaða, sem breytir leiknum, það er bara þannig. Þessu ótengt, nú voru þínir gamli félagar í Stjörnunni að gera þjálfarabreytingar. Hvernig horfa þær við þér? Bara leiðilegt fyrir Jökul. Oft þessar breytingar eru skilja sér einhverju, oft skilja sér ekki neinu. En ég og Jón Þór eru mjög góðir félagar og ég óska honum alls það besta. Hann getur alveg snúið gengi í Stjörnunni við. Nú er bara fókus á deildina. Hvert er markmiðið í framhaldinu? Það er bara alltaf fram að spila góðan fótbolta og reyna að bæta okkur sem leikmenn. Þannig að það er svona stefna Gróttu og við sjáum bara hvað það leiður okkur síðan byggjum. Takk fyrir.